Jæja Grímsi, þið komið hérna frá Akureyri, komið og sjáið og sigrið. Já. Hvernig er tilfinningin eftir leik? Hún er geggjuð. Þetta er ekki skemmtilega heldur að vinna svona leiki sem á hægt að hafa fyrir hlutunum og berjast fyrir stíðinu. Og bara geggjuð liðsframmistaða. Eiginlega bara upp á 10, allir að berjast fyrir hvern annan, hlaupa fyrir hvern annan, vel skipulagðir, vel sett upp hjá þjálfarinn líka, þannig að bara þetta var eiginlega bara nánast fullkomið. Og hérna færið sem áttur inn í fyrra hálfleik. Já. Þú varst næstum búinn að setja hann. Sást hann inni eða? Já, ég sá hann fyrst inni, síðan fann ég bara leið á skaut og ég hitt hann. Það var aðeins svo mikið snúningur á honum, þannig að hann var alltaf að fara að sveigja framhjá. En maður bætti fyrir það í seinni hálfleik sem betur fyrir. Einmitt. Svo áttu náttúrulega Jakob líka, frían skall inn í teig, þannig að þið voru eiginlega óheppnir að vera ekki búin að skora hérna undir lok fyrra hálfleiks. Já, við vissum að KR eru meira með boltan, það er erfitt að spila á móti þeim, þeir halda vel í boltan. Þess vegna ákveður bara að vera þéttir, við vissum að við myndum fá okkar sénsa og við fengum það í fyrra hálfleik, við fengum fleiri sénsa en þeir í fyrra hálfleik þó að þeir hafa verið meira með boltan. Þannig að við vissum þetta alveg, sem betur við nýttum okkur bara í seinni hálfleik. Hvernig er tilfinningin að vera búin að tvöfalda í raun og veru markaskorun í sumar? Varst með 1 mark fyrir leik og núna ertu með, búin að þrefalda fyrir Gyrðu. Hvernig er tilfinningin? Óþarfi að minnast á þetta, en það er bara gott, vonandi er stíflan brostin sem ég er búin að vera að glíma við. En vonandi held ég bara áfram. Einmitt. Það hefur náttúrulega verið svolítið vandamál hjá okkur að skora í sumar, þannig að hlýtur að vera helviti gott að koma hingað og sigra og skora á 2. Já, það er bara mjög ljúft og þetta er eitthvað sem er búið að vanta hjá okkur eins og sagðir og bara færa sköpun yfir höfuð og þetta er bara vonandi eitthvað sem við byggjum á. Einmitt. Herðu, bara til hamingju með sigurinn og bara takk kærlega fyrir viðtalið. Já, takk.